En við byrjum á Bjarna Ármannssyni, fyrrverandi bankastjóra Glitnis sem skrifaði grein í Fréttablaðið í dag, þar sem hann segist vera sjálfum sér reiður vegna ákvarðana í uppbyggingu kerfis sem ekki stóðst og uppbyggingu launakerfis sem fór úr böndunum. Hann gagnrýnir bæði fjármálamenn og stjórnmálamenn, en margir minnast þess þegar Bjarni lauk störfum hjá Glitni og fékk við starfslokin greiðslur upp á tæpan 1 milljarð króna. En áður en Sigmar ræðir við Bjarna, skulum við rifja feril Bjarna Ármannssonar, en Þóra Arnórsdóttir fór yfir hann. Ýmsir ráku upp stóra augu þegar vatnsgreiddur ungur maður sem sumir vildu meina að gæti vart verið af fermingaraldri var ráðinn bankastjóri fjárfestingabanka atvinnulífsins FBA árið 1997. Þetta var Bjarni Ármannsson, 29 ára tölvunarfræðingur ofan af Akranesi. Hann var virkur fyrir vöku í stúdentapólitíkin á sínum tíma en hóf bankaferil sinn í Kaupþingi árið 1991, vann sig fljótt upp í stöðu sjóðstjóra og var svo forstjóri. Þaðan hélt hann yfir til FBA. FBA og Íslandsbanki voru sameinaðir árið 2000 og Bjarni deildi bankastjórastöðunni með Val Valssyni þar til hann hætti í byrjun árs 2003. Enginn var ráðinn í stað Vals. Bjarni þótti mjög öflugur í fjárfestingastarfseminni, lipur samningamaður og þar með úrvals útrásarvíkingur. Hann hafði síður áhuga á viðskiptabankastarfseminni sem Valur sinnti meira meðan hans naut við og svo Jón Þórisson sem var aðstoðarbankastjóri og staðgengill Bjarna sem ferðaðist mikið. Bjarni rak Jón reyndar síðar og bar við samstarfsvörðugleikum. Þrátt fyrir ljúfmannlegt yfirborð og strákslegt útlit ljóst að Bjarni útsmoginn kaupsýslumaður. Hann átti til dæmis gott samstarf við Orkahópinn svokallaða sem hafði átt stóran hlut í FBA og þeir Jón Ásgeir Jóhannesson voru viðskiptafélagar framan af. Upp úr vináttunni slitnaði hins vegar þegar Orkahópurinn var keyptur út úr Íslandsbanka árið 2002 og í fréttaskýringu Agnesar Bragadóttur í Morgunblaðinu málið Bjarni sagður hafa skipt lið á réttum tíma, enda hélt hann starfinu. Bjarni stýrði svo bankanum í bullandi útrás næstu árin og opnaði skrifstofur í 8 löndum í 3 heimsálfum. Sjálfur hagnaðist hann vel á þessum tíma. Fyrir utan 20 milljóna króna laun á ári nýtti hann kaupréttarsamninga sem skiluðu honum 100 milljóna króna. En þótt Orkahópurinn hafi verið keyptur út á sínum tíma var Jón Ásgeir Jóhannesson ekki af baki dottinn og þeir Hannes Smárásson keyptu fjórðungshlut í bankanum í apríl árið 2007. Þá sagðist Bjarni ekki ætla að selja sinn hlut og að hann myndi starfa áfram hjá Glitni. Það breyttist þó fljótt og í mánaðarlok lét Bjarni af störfum og Lárus Velding tók við. Þessi hrókering kostaði bankan drjúgan skilding. Lárus fékk 300 milljónir króna í sinn vasa fyrir að hætta hjá Landsbankanum í London og koma sér fyrir við Kirkjusand. Starfslokasamningur Bjarna var líka fréttaefni en það var ekki skorið þar við nögl. Samkvæmt fréttum þess tíma fékk hann árs uppsagnarfrest á launum með öllum hlunnindum og bónusum auk viðbótargreiðslna sem til féllu næsta 1,5 árið. Þessi hluti samningsins var þá metinn á 0,5 milljarð króna. Að auki skuldbatt bankinn sig til að kaupa hlutabréf Bjarna á nokkuð hærra verði en markaðsgengið sagði til Örfáum dögum síðar seldi hann Glitni bréf fyrir tæpa 7 milljarða króna. Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri félags minnifjárfesta, höfðaði mál á hendur stjórnarmönnum Glitnis vegna þessa kaupréttarsamnings og dóms að vænta í kringum næstu mánaðamót. Bjarni skaust að nýju inn í kastljósið í september 2007 þegar hann keypti 0,5 milljarðs hlut í Reykjavík Energy Invest, útrásararmi Orkuveitu Reykjavíkur. Hann hafði lengi talað fyrir því að einkafyrirtæki kæmu inn í orkugeirann og sýndi það nú í verki. Það væri hins vegar óðsmanns æði að ætla að rekja þá sögu alla í smáatriðum og vís leið til að missa áhorfendur frá sjónvarpsskjánum. Í stuttu máli varð allt vitlaust þegar upp komst kaupréttarsamninga nokkurra starfsmanna Orkuveitunar, ætlaða sameiningu við Geysi Green Energy og fleira sem var til þess að fyrsti borgarstjórnar meirihlutinn féll og Bjarni seldi Orkuveitunni aftur sinn hlut áramótin þar síðustu. Í hluthafasamningi Orkuveitunar við Bjarna var tekið fram að ef forsendur samstarfsins bristu ætti hann þess kost að selja hlut sinn á sama verði og hann keypti með verðbótum og nýtti hann sér það. Segir svo fátt af Bjarna Ármannssyni, hann flutti til Noregs með börn og buru fyrir tæpu ári og hefur nú að eigin sögn horfst í augu við bankahrunið og segist geta verið sjálfum sér reiður
fyrir að hafa tekið þátt í uppbyggingu kerfis sem ekki stóðst. Bjarni, vertu velkomin í Kastljós. Takk. Við ætlum að ræða margt hérna í þessu viðtali, en við skulum kannski byrja á því að á einum stað í fréttablaðsgrein í dag, þá talar þú það að þú hafi tekið þátt í því að byggja upp launakerfi sem fór úr böndunum. Hvað nákvæmlega áttu við með því? Ég held að allur almenningur viti nú hvað ég á við með því í sjálfu sér, en til þess að rekja það þá hefur orðið mikill vöxtur eða varð mikill vöxtur á löngu tímabili hér á landi og eitt af því sem ég lagði upp með var að launakjör héldust í hönd við þann árangur sem að fyrirtækin og menn voru að ná og ég held að það sem að kannski fór úr böndunum eða það sem ég á við nákvæmlega tvennt. Annars vegar það að fjárhæðirnar sem slíkar urðu of háar og hins vegar að líklega var maður að ofmeta mikilvægi einstaklingsins í að ná þeim árangri sem náðist. Þú ert þá ekkert að undanskilja sjálf í því? Alls ekki. Nei. En hvernig mátti þetta fara svo vegna þess að það búið að vara við þessu ofurlaunakerfi og þessum kaupaukum öllum og öllum þessum svimandi háu fjárhæðum sem að þið hefur verið að þéna? Það búið að margvara við þessu? Það alveg rétt. Það hafa verið aðilar eins og Vilhjálmur Bjarnason og fleiri sem hafa haft uppi varnaðarorð. Og samfélagið allt, ég meina það er ofta. Og samfélagið allt. Já. Enda segi ég það að ég held að við höfum svona gengið úr þeim viðmiðum sem samfélagið hafði. En viðmiðin sem voru uppi voru einfallega þau að þetta ætti að skipta fjármagnurinn milli fjármagnseigandana og vinnuaflsins og tölurnar urðu einfallega miklu stærri heldur en nokkurn óræði fyrir. Velturðu þessu aldrei fyrir þér á leiðinni? Jú, ég held að sé alveg óhætt að segja það að þetta var svona eitt af því sem að kom oft upp en svona á það sló maður þegar maður hugsaði að þarna héldust í hendur hagsmunir hluthafana annars vegar, því ef að gengi fyrirtækjanna hækkaði að þá ykjust þeirra hagsmunir og þess vegna verður ekki mótfallin því að það hlotnaðist eitthvað í hendur launþeganna líka. Kallast þetta ekki bara græðgi á góðri íslensku? Jú, þetta kallast græðgi á góðri íslensku og það er einn af þeim kröftum sem drífur svona kerfi áfram, er ekki alls slæm í sjálfu sér en auðvitað með ekki vera of mikils ráðandi sem er klárlega það sem gerðist. Svo ég vitni aðeins frekar í greinina þína, Bjarni, og maður skoðar hana hildi, þá ættir nú að vera lýsa alveg ótrúlega sofandahætti. Svo ég vitni bara þín eigin orð, þau voru á sókndjarfir, þið bjuggu til launakjöri sem fór úr böndunum, þið ástunduðu einhvers konar hjarðhegðun, einhvers skorti skilning til að lesa samfélagið, þið sköpuðu og veikan grunn til að standa sviptingarnar, þið létu glepjast að hraða á skammtíma árangri og mistu sjónar á langtíma hagsmunum og gildum samfélagsins. Í ljósi þessa er ekki bara galið að þið séuð að fá fleiri 100 milljónir fyrir það í raun og vera að vera svona vankaðir? Það er alveg ein leið til þess að líta á þetta og alls ekki röng túlkun á því sem ég er að segja. Nei. Ég stend fram fyrir því að það hafi verið framkvæmdastjóri eða forstjóri í fjármálafyrirtæki sem að telur sig vera að vinna í þágu þess samfélag sem það starfar í, vera að vaxa og dafna og skapa tækifæri fyrir ungt og velmennta fólk á alþjóðavísu sem er svona þannig samfélag sem við viljum, eða innviðið svona samfélag sem við viljum byggja upp. En það er alveg klárt að við fórum fram úr okkur sjálfum. Það má líka lýsa þessu sem sofandahætti, en engu að síður ef að farið er á sanngjarnan hátt yfir tímabilið, að þá voru auðvitað fjölmörg atriði sem var reynt að vinna með til þess að svona ná einhvers konar jafnvægi á kerfið og bara til að taka einhver dæmi að þá stóð ég meðal annarra að því að koma á koppinn svo kallari yfirtökunefnd sem hefði eftirlit og umsjón með yfirtökum skráðra félaga og það er ljóst að það voru ekki allir jafn hrifnir af því og virtu ekki þá upplýsingagjöf sem nauðsynleg var til þess að það eða þú svo stofnun fengi þrifist, þannig að hún lognaðist út af. Hverjir virtu það ekki? Ég bara þeir aðalega sem voru að spila á þessu markaði og ef að farið aftur í söguna þá sést þú sem alveg hverjir það eru og í hvað átökum menn voru þar. Þú ert greinilega með eitthvað ákveðið í huga? Ég þannig að alveg ljóst að þeirra mynda F1 Group var ekki sérstaklega samvinnu þýtt gagnvart yfirtökunefnd, en ég ætla ekki að taka þá eina á sér
Og annað dæmi eru leiðbeiningar stjórnarhætti í fyrirtækjum, þar sem var verið að setja upp reglur það hvaða viðmið ætti að gilda varðandi stjórnarsetu og fleira. Og svona hægt og bítandi, í fyrstu virtu menn þetta, en svo hægt og bítandi fór þetta úr böndunum. Já, og einmitt að því að þetta fór svona mikið úr böndunum og við stöndum í þessari stöðu sem við erum í núna, ekki ósanngjarnt að þið sem að gátuð farið út úr kerfinu á réttum tíma, þið skuli sitja með svona mikla peninga á milli handana á meðan að almenningur að verða fyrir allir þessari lífskjara rýrnum á sama tíma. Við vorum að reikna þetta saman í dag. Þú ert búin að vera með á árabilinu 2004 til 2007, þá varstu með 900 milljónir króna í laun. Þú ert líka að selja hlutabréf fyrir marga milljarða. Þú ert sjálfsagt búin að ganga út úr bankanum með fleiri milljarða. Ég held að það sé alveg rétt lýsing að segja að það sé ósanngjarnt. Og það er kannski það sem ég er að gera í þessari grein, er að horfa gagnrýnið á sjálfa mig í því ljósi sem hefur gerst. Það er að segja kerfið hefur hrunið og það er verið að leggja hér álögur á fólk sem hefur ekkert til þess unnið. Hvernig ætla menn að bregðast við því? Því það er ekki nóg að segja bara í einhverju fréttablaðsgrein, mér þykir þetta leitt. Nei, það er alveg hárrétt. Og auðvitað er ég alveg frá því að þessir atburðir gerðust í haust, sem ég held að enginn hafi séð fyrir í því mæli sem varð. Búin að hugsa hvað gerði maður rangt og hvar hugsaði maður hlutina vitlaust og hvað getur maður gert til þess að bæta fyrir það og hvernig getur maður komið á svona nýju gildismati, ef svo má segja, þó ekki sé nema hjá sjálfum sér. Og mín niðurstaða var svo, og eins og var rakið hér í inngangi fréttarinnar, þá var minn starfslokasamningur mikið til umræðu og umdeildur og réttilega horft á í dag. Og þess vegna ákvað ég þegar ég kom hingað aftur í lok október, í fyrsta skipti eftir að hrunið var, þá kom ég beint að máli við formann skilanefndar Glitnis og tjáði hann þann hugminn að ég hefði áhuga á því að greiða Glitni þær greiðslur sem að ég hefði fengið eftir að ég lauk mínum starfsskyldum hjá Glitni og það var vel tekið í það og ég gekk frá því á síðasta ári, þannig að Glitni semst fékk vegna mín starfslokasamnings 370 milljónir greiddar tilbaka. Til þú greiðir tilbaka. En nú er mikil umræða þennan starfslokasamnings og það er talað að það megi meta hann á 1000 milljónir. Já, ekki 370. Það er náttúrulega bara, er ekki rétt. Það er bara svo einfalt sem Hvað er rangt í það? Það er bara ekki réttar tölur. Þessar launagreiðslur sem þarna komu fram var annars vegar árétting á þeim greiðslum sem ég átti rétt á samkvæmt starfssamningi, sem eru á bilinu 60 til 70 milljónir sem ég fékk og síðan þessar 370 milljónir sem ég vísaði til sem ég endurgreiddi félaginu. Og finnst þér þar nóg að gert í ljósi þess að þú ert búin að hafa miklu meiri tekjur af félaginu í formi sölu hlutabréfa? Já, sko, einhvers staðar verður maður að horfa á hlutina í samhengi og hvað maður hefur gert. Ég horfi á mál sem mér finnst vera mistök hjá mér, en ég er auðvitað ekki að segja að ef ég hefði ekki gert þessi mistök þá hefði kerfið ekki hrunið. Það er auðvitað fjölmargir þættir sem þar koma inn í, bæði annar staða frá sem og frá öðrum aðilum. En ef ég horfa á þessar tölur svona í samhengi við það sem þú nefnir og dregur upp, að þá sýnist mér svona gróft að ef ég tek þau laun og þá bónusa og alla þá kauprétti sem ég hef fengið á því 10 ára tímabili sem ég starfaði hjá bankanum og fyrirrennum hans og dreg frá því þær skatta og skyldur sem ég greitti samfélagsins á þeim tíma, að þá sé jafngildi þessi greiðsla helmingi af þeim greiðslum sem ég hef fengið í minn hlut. Helmingin af öllu því sem þú hef fengið sem stjórnandi bankans? Já. En nú var talað um það að þegar þú seldir bréfin og yfirverðið þarna í tengslu við það þegar þú ferð út úr bankanum og þá sérstu að fá bara 550 milljónir fyrir yfirverðið. Já, þú selur bankanum á genginu 29 með markaðsgengi 26,6. Mismunurinn þarna á eru 550 milljónir í þessum stóru viðskiptum. Já, ég semst kaupi hlutabréf í bankanum og meiri hlutina af þessum bréfum sem ég kaupi á tímabilinu 2006 þegar að við gengum í gegnum ákveðna lægð fjármálakerfið
og ég sýndi því stuðning með því að fjárfesta, en auðvitað bara því ég hafði trú á því að það myndi skila sér. Og ég lagði mikla áherslu á það þegar ég hætti störfin á bankanum, að það væri mjög skýr skil milli þess tíma þegar ég var bara ábyrgð á bankanum og þegar ég færi. Þannig að ég gerði kröfu það að stjórn félagsins keypti af mér bréfin í bankanum. Á yfirverði? Já, þetta var það verð sem ég óskaði eftir að bréfin væri keypt á og á það var fallist. En finnst þér ekki óeðlilegt að því að þú ert sko sjálfur stjórnandi í þessu banka að þú eigir hlut að því að öðrum hluthöfum sé mismunum með þessum hætti vegna þess að aðrir hluthafar gátu ekki fengið svona hátt verð fyrir bréfinu þessum tíma? Ekki þessum tíma, en síðan fór verðið hærra heldur en þetta. Það breytir engu? Það breytir engu, en ég held að það með segja mín viðskipta vegna þess að ég hef ekki verið í eigandahópi bankans, ég hef ekki verið eiganda bankans. Þú ert stjórnandans, Björn. Ég er stjórnandans og þau viðskipti liggja allar upplýsingar fyrir og þetta er það verð sem ég óska eftir að fá fyrir bréfin. Og eins og ég segi, stjórn bankans verður auðvitað að svara fyrir það af hverju hún kaupir bréfin á þessu verði. Ég spyrja þig af hverju ferð þú fram á það að fá hærra verð fyrir bréfin heldur en markaðsgengi í ljósi þess að þú ert búin að stýra bankanum svona lengi. Það er alveg fullkomlega eðlileg spurning. Jú, og svarið er svo sem ekkert annað heldur en það að þetta var það verð sem ég óskaði eftir að fá fyrir hlutin og það er svo heldur ekki ný tíðinda þegar að stór eign hlutur er seldur að þá sé það gert á einhverju öðru verði heldur en er á markaði. Og stjórnin var tilbúin til þess að gera þetta og ég hafði alveg skil milli þess tíma þegar ég var og bara ábyrgð á bankanum og þegar ég fer út úr bankanum. Og það er heldur ekki neitt óeðlilegt að þegar aðili vill selja þá fjárfestingu sem hann hefði ráðist í og það er rétt svo sem að fara yfir það ef ég hefði haldið áfram og hlutinir hefðu farið eins og þeir hafa farið og ég hefði átt þessi bréf þá ætti ég ekki neitt. Þannig að þar verður bara að horfa á mig sem fjárfesti þó að ég sé stjórnandi í bankanum. Og ég hef verið rekstraraðili eða búið ábyrgð á rekstri bankans í langan tíma og ég vildi selja þessi bréf og á það var fallist og ég get ekki svarað fyrir þá þeir verða að gera það. Já. En hvað með þennan hluta sem að gagnrýndu hefur verið líka, það er að þið rökstuðu þetta alltaf svolítið svona stundum pínlítið hrókafullt út af við að þið bæruðu mikla ábyrgð og það gerðu þið vissulega því að þið stýrðu stórum fyrirtækjum og voruð að höndla með milljarðatugi. Þess vegna þyrftuð að fá góð laun og góða kauprétti. En þið einhvern veginn gátuð aldrei tapað. Ef að illa gekk þá töpuðu þið ekki. Þið bara grædduðu í uppsveiflunni en þið töpuðu aldrei í niðursveiflunni. Þið voruð aldrei í takt við þá áhættu sem að aðrir þurfa alltaf að taka. Ég held að þetta sé bara ekki rétt, Sigmar. Er það ekki rétt? Nei. Ég man bara eins og til dæmis. Þú hefur þegar þú búin að vinna í mörg ár hjá bankanum þá getur þú keypt bréf á genginu 2, eitthvað. Seltu samdægus og græðir 380 milljónir. Jú, þetta er náttúrulega bara mistúlkun á raunveruleikanum. Af hverju segir það? Vegna þess að þessi kaupréttur sem að þú ert að vísa þarna til, sem ég innleysi í febrúar 2007, það er kaupréttur sem samið er í mars 2002 og ég ávinn mér inn yfir ákveðin tíma og er síðan bara gerður upp með þessum hætti. Og þegar ég sem þennan kauprétt sem var þá gengið sem var miklu lægra, þá held ég ekki þetta engan óræði fyrir að gengi hlutabréf í félaginu myndi fara upp með þeim hætti sem síðan gerist. Ekki á neitt nátt. Og Glitnir var alltaf íhaldsamur í fjárhæðum lautað kaupréttarsamningum í samanburði við. Kallar þetta íhaldsemi? Ég var að rekja það hérna fyrir því hvers konar launakjör þú ert búin að vera með og hvers konar starfslokasamningum og hvers konar fjárhæðir þú fengið fyrir að selja bréf. Ég ger mig grein fyrir þessar tölur eru mjög háar. Þær eru fáránlega háar. Og þessi fjárhæð sem að þarna ræddi, það er að segja í þessi kaupréttarsamningur, var semst 15 milljónir króna að nafnvirði. Og þegar munurinn verður svona mikill á milli þess gengi sem að kaupir á og þess sem að selur á, þá auðvitað fær maður út háa tölu. En þegar kaupréttarsamningurinn er gerður, þá óræðinga fyrir, hvorki þið né mig að svona myndu hlutinni fara, hvorki þá eða nú. Þannig að það hafi auðvitað verið miklar öfgar í þessu og það er auðvitað hluti af því að svo illa hefur farið. Við skulum fara kannski yfir í víðari myndina. Þú segir að þú ert sjálfum þér reiður vegna ákvarðana í uppbyggingu kerfi sem ekki stóðst. Hvaða ákvarðanir ertu sérstaklega vísi? Við erum búin að fara yfir... Þá ertu að tala um launakerfið. Launaþáttinn. En auðvitað ekki síður að það er svona ekki bara ákvarðanir sem maður tekur heldur það umhverfi sem maður er að gæslega sætti sig við og ver. Ég held til að mynda að fjármálakerfið hefði á einhverjum tímapunkti
án fjármálakreppu lenti í erfiðleikum með þannig gjaldmiðil og þar held ég að við höfum byggt á of veikum grunni. Ég líka reiður út í sjálfa mig fyrir að hafa kannski bara trúa of mikið á það góða, það að segja að markaðurinn gæti haft eftirlit með sjálfan sér og að markaðsaðilar sæju langtímahagsmunina í því, en það var ekki raunin. En ég meina, þú ert sjálfur að lýsa í greinin, þú sást það ekki einu sinni sjálfur? Nei, það er alveg rétt. Og þetta er svona sama reynslumynd eins og maður eins og Alan Greenspan er að draga upp. Að við bara hreinlega ofmátum virkni markaða, ef svo má segja. Já, ég meina, þú ert að lýsa því að þið einhvern veginn, hafið trú á því að það sé eitthvað gott í markaði, þegar þið sjálfið eruð ekki að hegða ykkur samkvæmt því prinsipið sem þið ætlist til þess að markaðurinn eða sér eftir. Þetta er svo þessvegnakennt. Þetta er ekki þessvegnakennt í sjálfu sér. Það er að segja, við erum að reyna að skapa aðstæður þar sem að markaðsaðilar sjá sér hag í því að allir hegði sér vel, ef svo má segja, vegna þess að þá muni hér myndast hefðir sem ekki hafa verið til staðar vegna þess að þetta er svo ungu markaður. En þið þurfið þá að ganga á undan með góðu fordæmi. Algjörlega, og yfir þann tíma sem ég starfaði hjá bankanum, taldi ég mig verið að gera það. Og í þeim ábyrgðarstöðum sem ég hafði, hvort sem það var sem formaður samtaka fjármálafyrirtæki eða kaupallarinnar, og eins og ég reki greininni þá mælti ég mjög fyrir því að framlög til fjármálaeftirlitsins væru aukin. Af hverju gekk það ekki eftir? Já, það gekk svo sem að hluta til eftir, það er að segja framlög voru aukin, en það er alveg ljóst að fjármálaeftirlitið náði ekki að fylgja umfangi og vexti bankakerfisins. Skorti á að stjórnmálamennir veittu nægjanlega miklum peningum í fjármálaeftirlitið þá? Er það? Ég held að, eins og ég segi líka, ég held að stjórnmálamenn hafi skort skilning á fjármálakerfinu. Þetta var allt afskaplega nýtt og það hefði ekki myndast hefðir í því og stjórnmálamennina skorti skilning á því hvers konar bara verkferlar þurftu að vera til staðar og hvaða svona fyrirtækja brag þyrfti að koma á til þess að þetta gæti virkað og það má svo sem alveg fara aftur til einkavæðinga ferilsins sjálfs að það að hverfa frá hugleiðingum og planlegningum um drift eignarhald yfir í það sem síðar varð, það bjóð til of sókndjarft kerfi. Já. Þannig að það má ekki draga þetta heldur þannig fram að þetta sé svona innan gæsalappa ég og nokkrir aðrir sem bara búum til alla þessa vittleysu innan gæsalappa. Við erum hins vegar í þeirri óheppilegu stöðu að þeir aðra sem báru ábyrgð á ýmsum stöðum höfðu ekki kannski nægilega þekkingu eða reynslu eða nægilega vara á sér til þess að sinna sínu hlutverki. Og það sama gildir þó um ykkur. Og það sama gildir um okkur. Já. En líka, mig langar að spyrja þig vegna þess að þú notar þarna athyglisvert orðalag í þessari grein. Það er að þú talar um hjarðhegðun. Já. Og í því felst einhvern veginn að menn hætta að hugsa rökrétt og hver eltir annan og vitleysan spænist upp í einhverjar hæðir. Það er rétt. Ég er að tala um það. Og bara til að taka eitt dæmi, að þá tel ég að það hafi verið ranga ákvörðun hjá ríkissjóði að Íbúðalánasjóður hækkaði sitt lánshlutfall upp í 90%. Ég tel að það hafi verið ranga ákvörðun hjá Kaupþingi að fara af stað með húsnæðisláni með þeim hætti sem þeir gerðu á þess að þeir eru búin að tryggja sér fjármagn til langs tíma. Það var röng ákvörðun hjá okkur, hjá Glitni, að fara á eftir því og bætum betur í lánshlutfallinu. En ástæðuna fyrir þessu eru þetta að menn eru að bregðast við samkeppni á markaði eins og þeir telja best á þeim tíma að sé gert. En eftir á sér maður að það getur gerst ef að markaðurinn er ekki nógu regúleraður að aðilar eru of mikið knúnir af samkeppnisástæðum til þess að hegða sér á þann hátt sem ekki verður hvorki í samfélaginu í kerfinu til góða. Þannig að þessi kapitalismi sem menn hafa aðhyllst, hann virkar ekki. Já, og allir þessir aðilar geta tekið á sig sök fyrir að hafa ekki geta komið sér saman uppbyggingu íbúðalána fjármögnunar kerfis. Þannig að það verða allir auðvitað að taka þetta til sín. Hefur auðvitað enga merkingu sjálfur sér að annað en bara fyrir mig að ég segi ég horfst í augu við þetta. Þetta eru mistökin sem ég held að við eigum að læra af og þetta er svona sem ég bregst við og þegar ég horfi á það samfélag sem við horfum núna upp á,
að það er búið að leggja semst byrðar á fólk og það verður erfiður tími framundan og maður horfir á sitt gildismat og þá segir maður, ég held að sé rétt af mér að bregðast við með þessum hætti, koma fram, segja frá þessu og eins lýsa því sem að ég gerði í haust. Já, en hvað sko þetta er langur tími og þetta gerist, það er aðdragandi þróun í þessu öll eins og þú veist að lýsa, en er einhver einn punktur sem að fór verð með okkur heldur en annar? Menna það dældist hérna til dæmis inn fjármagn þegar að hluthafa í Actavis fengu greitt út? Já. Ég er auðvitað farin frá þessu kerfi 1,5 áður en það hrynur. En vitleysan er öll í gangi samt þegar þú... Alveg rétt. Já. Og maður getur sem alveg farið mjög langt aftur í tíman og... Þú ber ekkert minni ábyrgð þú farið út á þessum tíma heldur en þú verður ennþá, er það? Nei, en sjálfsagt væri mín staða öðruvísi. Verri? Já. Og ef maður skoðar hvaða tímapunktar eru það sem hafa verið krítískir, að þá í mínum huga gekk fjármálakerfið í gegnum mjög heilbrigðan feril árið 2006 þegar kom mikil bylgja gagnrýni erlendra greiningaraðila eftir að Íslenska ríkið var sett á neikvæðar horfur frá lánshæfismat fyrirtækinu Fitch og það urðu mjög jákvæða breytingar á fjármálakerfinu enda komu skýr skilaboð það frá skuldatryggingamarkaðnum og allstaðar erlendis frá að mönnum fannst vera of mikil áhætta í kerfinu og það sem gerðist var að það jókst mjög gagnsæi upplýsingagjöf það jókst eða breyttist áhættu prófíl bankana, lausafjárstaða þeirra styrktist hafa losað eignatengsl til að mynda milli Kaupþings og Existu menn seldu frá sér eignir og gerðu svona sína starfsemi alla gegnsæri þannig að ég vil meina þegar ég fer frá fyrirtækinu þá er það mjög traust og í mjög góðri stöðu því miður ekki haldið áfram á sögum braut sem fylltust ákveðinni bjartsýni og sumarið 2007 að þú talar Actavis og þegar það er tekið að markaði það kemur mjög mikið fjárflæði inn í kerfið og þessi stóru eignarhaldsfélög fá líka fjármögnun erlendis frá og við erum að sjá krónubréfin koma að fullum krafti inn til styrkingar gjaldmiðilsins. Þannig að þetta er svona spírall sem vindur upp á sig og einhverjum tímapunkti er hægt að segja, já, ofan að þessum spírall verður ekki undir nema með mjög harkalegum hætti. Og við getum líka hort á árinu 2008 þá daufheyrast stjórnvöld við þeim merkjum sem er að sjást allstaði í umhverfinu við því að kerfið sé erfiðleikum. Og bankamenninni líka og þú á undan því? Já, 2006 brugðust menn við með mjög ákvæðum hætti og skuldatryggingarálæði til að mynda þegar ég fer frá bankanum er það lægsta sem það fór í og lægst meðal íslensku bankana. En ég er ekki fyrir með ábyrgð, það breytir ekki því en ég er bara árétta að þetta er ekki allt bara vitleysan ekst og ekst. Þú veist að 2006 þá eigum við í stöðu sem færir okkur til miklu betri vegar en það var ekki haldið áfram á sögum braut. Þú talar það að það sé hluta því að þú hættir hjá Glitni það má einhvern veginn skilja það þannig að þú hefur viljað fara varlegar heldur en þeir sem tóku við bankan. Ég held að það sé alveg rétt greining. Það er klárt að það var ágreiningur bæði menn og málefni og það er svo sem hægt að segja það að maður hefði oft innan gæslega bara tekið slæginn og verið í átökum því að þarna eru aðalir sem sækja mjög á þessin rétt og svo framvegis. Þannig að þarna vorið 2007 að þá selur bæði formaður og varaformaður langstærstan hluta af sínum hlut í bankanum og ég síðan fylgi á eftir. Já, en sko eins og þú ert að lýsa þessu þá varst þú... Samhliða innkomu þá nýs svona leiðandi hlutafinn í bankanum. Já, en eins og þú ert að lýsa þessu, þú ert áhættusækin, þú ert sókntjarfur, þú ferð glannarlega og þú lest stöðun ekki rétt og svo koma einhverjir inn sem eru síðan þá hvað verri en þú. Ég vil allavega meina að á þeim tíma þegar ég er að stýra fyrirtækinu. Sko, ég er að reyna að draga upp þessi mynd af því að þú ert búin að lýsa sjálfur að þínum ákvörðun sem kolröngum, sko. Svo kom einhverjir aðrir sem eru þá verri. Já, það má alveg draga upp þá mynd. Því að síðan fór kerfið í enn meiri vöxt og gjaldmiðillinn okkar lenti í miklum hremmingum og við sóðumst inn í spíral sem við náðum ekki að vinda ofan af sem þjóð. Já, en samt sem áður þessi menn sem fóru ekki svona það sem ég er að gera varlega, Bjarni, að þú fórst síðan í samstarf með þeim stuttu síðar í Reimálinu. Það er rétt. Jóni Ásgeiri Jóhannessyni og Hannesi Smárasyni. Það er rétt, þannig að þú veist, þú virðist ekki hafa lært þá mikið að þið hafa verið varkárið aðeins nokkrum mánuðum fyrr.
Nei, það má svo sem alveg að segja það. Og ég get svo sem ekkert litið á þetta reymál annað en sem stórkostleg mistök, hvað sem að minni hálfu eða annara. Að minni hálfu fyrsta lagi bara þykja það að koma inn í þetta mál. Í öðru lagi að vera þáttakandi í því og keyra þetta mál áfram af þeim hraða sem gert var. Gerðir þú ekki meira heldur en að koma þarna inn? Varst þú ekki ákveðin hreyfiafl og drifkraftur í því að keyra þetta allt í gegn? Jú, ég taldi þetta vera rétta leið og það var líka röng ákvörðun að fara í samruna við Geysi Green Energy og draga þar FL þá að borðinu sem hluta á. Og þá var sem ekkert við því annað að gerast bregðast heldur en að horfa á þá stöðu og gera það sem að gerðist þar að segja sig frá málinu og hverfa á brauð. En þú varst náttúrulega lengi að móast, þú vildir halda þessu til streitu lengi, svo mánuðin skiptir. Nei, ég taldi semst rétt að gera þetta, en þegar það var ekki vilji til þess af hálfu orkuveituna lengur, að þá sjálfsögðu bauðst til þess að draga mig í hlé, var beðin að vera eitthvað áfram en fór bara frá málinu. En nú ertu búin að fara yfir þessa sögur svolítið svona gróflega og það eru mistök ofan. Sko, hversu góður viðskiptamaður ertu þegar þú ert búin að rekja þetta allt og því? Það er þetta svo sem bara sést þegar að hort yfir einhverja heildarmynd, sko. Ég vil ekki meina að þau 10 ár sem ég að stjórna FBA og síðan Íslandsbanka FBA og svo Glitni hafi verið tóm katastrófa eða bara röð mistaka. Ég vil meina að þarna hafi verið byggt upp sterkt og gott fyrirtæki. Sem að hrundi? Sem að hrundi. Við endum alltaf þar. Inn í þessari uppbyggingu voru punktar veikleika sem að urðu okkur að falli. Það er alveg klárt. Og þess vegna er ég að koma fram og skýra frá þessu. Þetta er í mínum huga einlægt uppgjör. Og þetta er ekki... En þú ert að gefa sjálfu þér fallingun samt. Ég ætla bara að fá þau til þess að meta sjálfu þér. Er þetta ekki fallingun? Ef fyrirtækið er komið í greiðslustöðum, þannig að það getur í sjálfsög ekki verið neitt annað. Þannig að sá ferill sem ég hef, hvað þetta varðar, er að hafa byggt upp fyrirtæki sem síðan fjall. Og það er auðvitað það sem að ég lifi með. Takk fyrir komuna.